Sósíalistaflokkur Íslands býður kjósendum að greiða atkvæði sitt með kærleikshagkerfinu í þingkosningunum 25. september næstkomandi. Leggja atkvæði sitt undir þá kröfu að undirstaða efnahagsstjórnar á Íslandi skuli vera samkennd, mannúð, hlýja. Sósíalistar vita að atvinnulífið og hagkerfið á að þjóna fólkinu og samfélaginu, en ekki öfugt. Atkvæði greitt sósíalistaflokknum er atkvæði greitt þessum augljósu sannindum. Þess eru engin dæmi í mannkynssögunni að samfélög hafi tortímt sér með því að styðja of við hinn veiku, fæða hinn fátæku eða reisa við hinn föllnu. Kærleikurinn er græðandi afl, en ekki eyðandi. Þess eru hins vegar mýmörg dæmi úr sögunni að samfélög hafa fallið vegna græðgi yfirstéttarinnar. Yfirgangs þeirra sem komist hafa yfir auðlindir almennings og nota afl sitt og völd til að kúga almenning og brjóta niður aflið sem býr í samvinnu milli fólks. Öll helstu afrek sín hefur mannskepnan unnið í samvinnu. Við erum félagsverur, rísum hæst þegar samfélag okkar er heilbrigðast, réttlátast og jafnast. Besta leiðin til að reisa gott samfélag er að byggja það út frá þörfum þeirra sem þurfa mest á samfélaginu að halda. Vonir og væntingar hinna fátæku, veiku, útilokuðu og kúguðu eru leiðarljós að góðu samfélagi. Kærleikshagkerfið er byggt upp frá þörfum hinna veiku. Við erum nú að koma úr skammalegu tímabili nýfrjálshyggjunnar sem einmitt hélt hinu gagnstæða fram að besta leiðin til að byggja upp samfélag var að gera það út frá kröfum og hagsmunum hinna sterku, þeirra sem síst eru háð samfélagi manna. Það hefur reynst afleitt leiðarljós. Með því að elta hagsmuni þeirra sem upplifa samfélagsleg sjónarmið sem ógn við athafnafrelsi sitt, höfum við í raun brotið niður samfélagið. Veikt þær stofnanir sem byggðar voru upp af sósíalískri verkalýðsbaráttu síðustu aldar og fært völd frá lýðræðislegum vettvangi þar sem hver maður hefur eitt atkvæði yfir á hins svokallaða markað þar sem hver króna hefur eitt atkvæði. Nýfrjálshyggjan er í grunninn valdaafsal almennings til auðvaldsins. Niðurstaða hrörnunar samfélagsins á liðnum áratugum er það sem við getum kallað drottnunarhagkerfi. Kerfi þar sem hinn auðugu og sterku hafa ógnarvöld en hinn fátæku og veiku hafa lítið sem engin völd yfir lífi sínu eða samfélagi. Það er á þessum tímamótum sem við sósíalistar leggjum til nýjan samfélagssáttmála sem taka á við af drottnunarhagkerfi nýfrjálshyggjunnar. Þetta er kærleikshagkerfið. Hvað er kærleikshagkerfið? Það er hagkerfi þar sem auður hinna ríku er ekki aðeins metin til fjár, heldur byrðar hinna fátæku. Hvað haldið þið að það kosti að halda tugum þúsunda við nagandi afkomuótta? Að gera þúsundum ofan á þúsundir ómögulegt að nýta hæfileika sína, vilja, sköpunarkraft og lífsþorsta til að bæta líf sitt og auðga samfélagið. Hvað haldið þið að það kosti að leggja byrðar fátæktar á láglaunafólk, öryrkja, fátækt eftirlaunafólk, innflytjendur, leigjendur, námsfólk og aðra hópa sem eiga erfitt með að ná endum saman? Hvað haldið þið að vinnuálagið, kvíðin og bjargarleysið kosti? Hvað haldið þið að það kosti að meina börnum á fátækum heimilum fulla þáttöku í æskusamfélaginu? Hvað haldið þið að skömmin sem við leggjum á þessi börn kosti þau og samfélagið allt í ónýttum tækifærum, óhamingju og brostinni sjálfsmynd? Hvað haldið þið að það kosti að þrengja svo að lífskjörum fólks að það neyðist til að slíta sér út í 2, jafnvel 3 vinnum? Kann einhver að reikna kostnaðinn við snembara örorku, tapað félags- og fjölskyldulíf eða getuleysi foreldra til að styðja börnin sín? Hvað haldið þið að það kosti að sumt fólk þurfi að neita sér læknishjálp og aðrir þurfi að bíða mánuðum og árum saman eftir viðeigandi meðferð? Kann einhver að telja saman kostnaðinn við tapaðar vinnustundir, langvarandi sársauka eða áhrif á efnahagslegu niðurbroti vegna veikinda? Hvað haldið þið að það kosti að sinna ekki þörfum innflytjenda? Hver er staða barna innflytjenda í skólakerfinu? Hversu greiðan aðgang hafa innflytjendur að heilbrigðiskerfinu, dómskerfinu, húsnæðiskerfinu? Hver er kostnaður samfélagsins af því að halda stórum hluta landsmanna við lakari aðgengi að grunnkerfum samfélagsins? Kerfum sem ætlað er að styrkja fólk svo það getur orðið fullgildir þátttakendur í samfélaginu og ekki síður svo að samfélagið njóti krafta allra sem búa innan þess. Hvað haldið þið að það kosti að sinna elsta fólkinu okkar ekki nógu vel? Eða börnunum? Foreldrakynslóðinni sem glímir við þunga framfærslu á sama tíma og hún stendur veikt bæði á vinnumarkaði
og húsnæðismarkaði, unga fólkinu sem klemmt milli lágra tekna og sífellt hækkandi húsnæðiskostnaðar. Hvað haldið þið að það kosti að útiloka fjöldan frá þátttöku á meðan moka þeir undir hinn fáu? Samfélag okkar verður ekki réttlátt fyrir en allt fólk innan þess fær að njóta sín. Samfélag okkar verður ekki fagurt fyrir en við losnum öll undan kúgandi afkomukvíða. Samfélagið verður ekki sterkt fyrir en allt fólk upplifir að á sig sé hlustað. Við búum ekki við slíkt samfélag í dag. Samfélag okkar ber öll merki drottnunar hagkerfisins. Það sjúkt vegna þess að þín auðugu og valdamiklu hafa dregið til sín öll völd. Þetta valda ójafnvægi rót flestra okkar vandamála og það ómögulegt að leysa þau vandamál án þess að uppræta rótina, sjúklegt ójafnvægi auðs og valda. Þess vegna bjóða sósíalistar upp á valkost við næstu þingkosningar. Tilboðið að hafna drottnunar hagkerfi hinna fáu og taka í stað þess upp kærleikshagkerfi fjöldans. Tilboðið að láta hagsmuni og raddir fjöldans leiða burt frá yfirgangi og frekju hinna fáu. Teygjum okkur eftir gleðinni, fegurðinni og kærleikanum í haust. Veljum lífið í haust. Líf okkar allra. Líf sem mun aðeins blómstra innan lífvænlegs samfélags byggð á samkennd og virðingu. Kjósum kærleikshagkerfið í haust.